Og betri helminginn hingað upp. Það eiginmaðurinn. Arnar ætlar að tala til okkar Guðs orð. Góðan daginn. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Ég skal færa þetta herra bara. Heyrist í mig núna? Já, fínt. Kitty bað mig að tala síðasta sunnudag. Og þegar forstöðumaður segir við mann, þá stendur reikningur í vegum að vera hlýðin. Og ég tekið ákvörðun að hlýða Kitta. Og það sem kom í hjarta mitt, ég var að spyrja Guð hvað ættum að tala í dag, að þá það eins og siðferðið þegar koma til. Og stundum á ég til að kíkja hans á Facebook og þá var oft talað trú og það var oft ákveðnir einstaklingar sem tala alltaf gegn trúnni. Og mér langaði, ég spurði þennan ákveðna einstakling sem talaði gegn trúnni á hverju hann byggi siðferðið sitt. Við byggjum siðferðið okkar á reikningunni. Nú lyfti ég Símónu þetta er ekki reikningin en ég er með biblíunni í Símónu Þetta er okkar grunnur. Og hann sagðist byggja sitt siðferði á sjálfum sér. Og þegar við erum komin á þennan stað að heimurinn, að svo lítum kringum okkur, að siðferðið sem að byggja sjálfum okkur, hvaðan er grunnurinn? Er það sem við okkur eigin þetta í hug? Og mér langar að lesa það sem Jesús segir. Hver eru afleiðingarnar á því þegar við treystum og setjum okkur eigin boðskap og við förum í Mattheusar guðspjall í 7. kafla. Og þetta er frá 21. versi. Ekki mun hver sem við mig segir, Herra, Herra, ganginn í himnaríki, heldur sá einnig gjöru vilja föður minns, sem er á himnum. Margir munu segja við mig, nú er ég að fara með eitthvað vitlaust. Förum bara beint til 27. versið. En hver sem heyrir þessi orð mín, og hann er aðvarað og breytir ekki eftir þeim, sá líku heimskum manni er byggði hús sitt á sandi. Steypuregn skall á, vatnið flæddi, stormar blésu og buldi af því húsi það féll og fall þess var mikið. Og það sem við sjáum núna í þjóðfélaginu okkur, við erum að sjá einstaklinga falla. Og sem á Íslandi eru 40-50 mann sem falla fyrir eigin hendi því þeir sjá ekki og þeim er ekki kennt fagnaðarerindi. Þeir hafa byggt ekki á Guðs grundvelli heldur siðferðis boðskap sem búið til. Og það sem við sjáum okkur í þjóðfélaginu okkar, nær okkar, skólakerfið okkar, það bannaði Gídeónmönnum að fara inn og gefa Nýja testamentið. Það sem við séð, þetta er grunnstoðin. Ísland, við tókum kristni trú í siðaskiptunum fyrir 1000 ári síðan, rúmlega. Hvernig var það fyrir? Hefðum við viljað lifa það sem á þeim tímum, ef kristni boðskapur hefði ekki komið á Íslandi, þá varum við ennþá auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Og kannski hefur verið gagnrýndur fyrir að tala illum forfeður okkar, en þetta voru forfeður okkar. Þeir fóru, þeir rændu, þeir upplú, tóku þræla. En ég trúi því, ef maður skoðar söguna, sumir þessara þrælar voru búin að taka kristna trú
og þrælarnir ólu börnin og smá saman þá komast kristna trúin inn. Það kom grundvöllur, fór í gegnum þrælar inn í þjóðin okkar. Og Ísland hefur staðið grunnstoðirnar í siðferðin okkar hafa verið með Krist ritninguna í okkur öll okkar siðferði. Það hefur byggst á því og byggist enn þann dag í dag. Það sem við erum að sjá í dag og það sem er að gerast að það er verið að ráðast á siðferðið sem byggjast á kristnum gildum. Og hvað segir skólakerfið? Þetta er keypt út, ég læri kristnifræði, börnin mín hafa ekki lært kristnifræði til að læra trúarbragðafræði. Og miðstrákurinn Elmar Eli, hann fór í trúarbragðafræði, en það var aldrei komið inn á kristna trú. Það fyrir gegnum allar aðra trúr en ekki kristna trú. Og hvað er það sem við gerum? Og hvað komum við með staðinn? Og efasemdum er stráðinn í skólakerfið staðinn. Ertu vissum að þú sér stelpa eða strákur? Efasemdum, hefur við séð þetta áður? Og mér langar að fletta upp, förum í 1. Mósebók og förum í 3. kafla og 1. vers. Þetta er 3. kafli frá 1. versi. Höggormarinn var slægar en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn hafi gjört og hann mælti við konunni, er það satt að Guð hafi sagt þið megi ekki éta neinu tré í aldingarðinum? Er það satt? Erum við að sjá þetta í dag? Ertu vissum að þú sért svona? Ertu vissum að þú sért stelpa? Ertu vissum að þú sért strákur? Og þarna kemur höggormarinn í byrjun, er það satt sem Guð segir? Hvað er skólakerfið að gera? Það er að ýta út grunnstóðunum sem byggjum í Jesú Kristi. Og það sem kemur í staðinn, og við erum að sjá auknu ofbeldi í þjóðfélaginu okkur, það sem ungir krakkar eru að nota hnífa, þeir eru bara hræddir. Þeir þora ekki að fara í bæinn nema að vera með vopnaði hnífum, þeir eru að verja sig. Þeir eru hræddir. Af hverju er hræðslan? Óvinurinn byggir sitt afl á hræðslu okkar. Og það er það sem er að sjá. Og ef við skoðum söguna, og oft er sagt, ef við lærum ekki á söguna, þá endurtökum við hana. Ef við skoðum söguna, hvernig okkur tókst að búa til okkur eigin hugmyndafræði siðferði. Ef við sjá Þýskaland árið 1930–1945, hvernig endaði það? Þeir sem þekkja söguna. Ungu fólki þekkja það ekki, en þá var, þið eru betri en aðrir. Við erum efsta lagið í stiganum, sögðu Þjóðverjarnir. Aríunir, aðrir en öllum hinnir, og þeir tóku manneskjumyndina út úr myndinni. Þeir litu á Rússana, þeir litu á gyðingana, að það voru ekki manneskju lengur. Erum við að sjá þetta í dag? Unga fólki í dag, það er að breyta sér allavegna eins og séu alla manneskjur, og sem ekki kalla sig það. Hvað er manneskjan í þessu? Hvað er einstaklingurinn í þessu? Hugmyndafræðin sem er að koma í dag er ekki góð. Við sjáum það á sögunni. Þýskaland endaði bara í hruni. Og þeir töpuðu stríðinu. Allar þjóðir fóru gegn þessu sem betur fyrr. Þá töpuðu stríðinu og það var bara örfá ár síðan sem þeir náðu að borga seinustu peninga af skaðabótunum sem eru öll öðrum þjóðum. Ef við halda áfram að skoða söguna, ef við skoða kommunismann í Sovétríkjunum sem áttu að vera þess æðislur, þar var hann alltaf flokkurinn framar einstaklingunum. Það endaði ekki vel. Þeir tóku trúna út, skiptin út fyrir nýja hugmyndafræði. Og þegar við tökum reikninguna, þess að við byggjum traust okkur á, við höfum grunnstóður, við höfum boðorðin 10 og æðst á borðið, elskar skaltu náungan eins og sjálfan sig. Þetta er tekið út að það flokkurinn er settur efstur upp. Manneskjan, einstaklingurinn, þegar við tökum hann út og við búum til okkur eigi siðferði, það hefur aldrei endað vel. Við sjáum það í sögunni.
og hvert okkar siðferði í okkar lífum í dag? Okkar akkeri, grunnstóðinnar í okkar siðferði. Sumir treysta á vísindin, aðrir á sjálfan sig og margir á trú eins og þær eru margar í dag. Og sumir treysta á vantrú. Þar sem sitja siðferði sem þeim sýnist hverju sinni eða bara er í tískunni. Ég veit ekki hvernig þeir geta að fara eftir því. En við trúum á Jesú Krist og það sem hann kendi. Og hver er munurinn á trúarbrögðunum? Kristni trúin er eina trúin af öllum trú í heiminum, það sem Guð kemur til þín á þeim stað þar sem þú ert núna og hann fyrirgefur eins og þú ert. Allar aðrar trúr sitja að þú þurfir að ganga ákveðin veg, þú þurfir að standa á ákveðin stað og eins og múslematrúin ég hef spurt, ég á vin sem er múslimi, við hef spurt hann hvernig hann kemur til Guðs og hann svaraði mér og þú hagar ákveðið vel, svona, þá kannski kemst ég til himnaríkis en ég hef ekki hugmynd það, sagði hann. Það kvaðir og ákveðin. Guð kemur til þín á þeim stað þar sem þú ert. Og hann fyrirgefur. En þú þarft, eina sort að gera er að taka á mótunum og trúa honum. Síðan eður tíma með honum og hann byrjar að umbreyta þér. Og við langar að fara aðeins í fyrra bréf Páls til Þessalónikíumanna. Við förum í 2. kaflan og þetta er vers 2-5. Ég er að venjast að nota síman hérna, ég er með reikninguna. Ég held að vera fljótari með síman. Þetta er fyrra bréf Páls til Þessalónikíumanna. Þetta er svo óþjált í tungunni að segja þetta. Ég finn þetta ekki sem ég held að ég sé bara blindur fyrir. Ég er með, þetta er Nýja testamentið, ég er réttu. Já. Ég er ekki það góður í þessu. Þar stendur 2. kafli 3-5 vers. Boðum voru ekki sprottan af villunni og óhreinum hvötum og reynum ekki að blekkja neitt. En Guð hefur talið oss maklega til þess að trúa oss fyrir fagnaðarindu, því þar en við tölum ekki eins og þeir þóknast vel mönnum heldur Guði sem rannsakar hjörtu vor. Og það sem og Guð, hann sér hjörtun okkar. Þegar við búum til okkar eigin hugmyndafræði, Þýskaland bjó til hugmyndafræði, kommunismin bjó til sin eigin hugmyndafræði, þá sá þeir flokkin. Þeir sjá ekki einstaklingin. Hann Guð, hann sér einstaklingin í okkur. Hann sér einstaklingin og hann elskar hann og hann kemur til einstaklingins eins og hann er á þeim stað. Og við förum líka förum í Jóhannes kafla. Hvað er Kristur kenna okkur? Hvað segir Jesús Kristur siðferðið? Þá förum Jóhannes í Guðspjalli 13. kafla og þetta er frá 34. og 35. versi. Nýtt boðar gef ég yður, að þeir elskið hver annan, eins og ég hef elskað yður, skuli þeir einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þeir eru mínir lærisveinar, ef þeir berið elsku hver til annars. Það var engin flokkur, það var ekkert við erum aðrir hver öðrum, bara elska hver annan. Þetta er siðferðið sem Kristur kennur okkur. Svo við þurfum að horfa á Krist og við þurfum að fara út með þetta. Hvernig á fólk að þekkja hina kristnu? Elsku okkar hver til annars. Við höfum að sjá. Bróðir minn sagði mér fyrir mörgum árum. Hann var var í fíkniefni í heilt ár og
ég var bara við vorum ekki gift, en við vorum að fara að gifta ykkur, ég og kona mín, og við bara eittum tíma saman, það var bara mikil gleði, og við vorum bæði kristin, ég og kona mín, og hann sagði mér þetta, meðan hann var í sínu downtrippi í víminu, bróður minn, ég sá eitthvað í ykkur, og mér langaði að fá þetta sem þið höfðu. Það er þessi gleði sem Jesús og Guð einn getur gefið, sanna gleði. Og við þurfum að fara út, fólk þarf að sjá þessi gleði sem býr í hjörtum okkar. Svoleiðis leysist fólki sem er í villu, fólki sem mitt eigin siðfræði, og sér ekki hvað er að gerast. Við þurfum að biðja fyrir skólanum okkar, við þurfum að biðja fyrir námungan okkar, en fyrst og fremst þurfum við að þrengja okkur nær Guði, nær Kristi, lifa í honum. Því við mótumst alltaf af umhverfinu okkar, með því fólki sem við umgengumst, við mótumst að því, hvort sem við viljum ekki. Og hvernig getum við fengið meira kærleika ef við eyðum tíma með Guði? Það er ósjálfrátt, þið æðst á boður, elskir skalt til Guð þinn af öllu hjartanu, allir sálu og öllu mættiðinu áttu að elska. Hvernig gerum við það? Við viljum eyða tíma með þeim sem við elskum. Og þegar við eyðum tíma með Guði og það sem gerist ósjálfrátt í okkar lífum, að hann gefur fyllur okkur af kærleika sinum, og þessi kærleiki, við förum með hann út í samfélagið og þá sér fólk, og fólk þráir þennan kærleika, það sér ekki þennan kærleika. Við getum sýnt þennan kærleika með því að eyða tíma með honum og fólk sér það. Og með miskunnsemi, Guð er miskunnsamur og fyrirgefur ef við iðrumst. Og við sjáum það svo augljóst, svo skýrt. Þegar við förum í Lúkasar guðspjall, förum 23. kafla frá 39. versi. Og þar stendur, þarna var illvirki á krossinum við hlið Jesú. Og Jesús segir við hann, í dag skaltu vera með mér í paradís. Illvirkin var sennilega ekki búin að hann var ekki búin að vera í hjálpræðisernum. Hann var ekki búin að vera, hann var á krossinum með honum, það voru tveir, og annar formælti Jesú. En hinn, hvað gerir hinn? Ég ætla að lesa þetta frá byrjun svo við fáum skýrari mynd af þessu. Já. Þetta er frá... Nei, nú er ég skrifa eitthvað vitt, ég er svo gamall, ég er að fann að skrifa vitlaust hérna. 23. Ég ætla að fara frá. Annar þeirra illverka sem uppi voru festir hætti hann og sagði, ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfan þér og okkur. En hinn áheitaði hann og sagði, hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þó undir sama dómi. Við erum það með réttu og fá makleg gjöld fyrir gjörðir okkar, en þessi hefur ekkert illt aðfast. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt. Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Þessi illverki, var hann búinn að gera eitthvað? Var hann búinn að gera einhverja góðu gjörðir? Hann var hengdur á kross við hliðina á Jesú vegna þess sem hann gerði. Það kemur ekki fram hvað hann gerði, en hann var hana vegna gjörða sinna. Jesús sem var fórnað hana, segir við þennan mann, illverkin, hann sá Jesús sem var og hann trúði því. Hann trúði því og vissi, þetta er sonur Guðs. Alveg eins og Guð, hann sér okkur eins og við erum og hvar sem við erum, eins og við erum þá og nú. Það var enga kvaðir, hann þurfti ekki að fara einhverja seremóníur, hann þurfti ekki að gera eitthvað. Jesús sagði hann, í dag
skaltu verið með mér í paradís. Í dag. Eina sem hann gerði, þessi maður, sérðu ekki að þetta sonur Guðs. Og það var eitt sem bjargaði, hann sá hver Jesús var og hann trúði því. Hann trúði því. Við þurfum ekki að gera eitthvað. Það er ekki, verk okkar koma ekki til Guðs. Heldur er að miskunnsemi og fyrirgefning og fórn Jesú Kristi sem kemur okkur til Guðs. Við förum með Rómverjabréfið, 10. kafla. 8. til 11. vers. Nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, mundi hólpin verða. Með hjartanu er trúað til réttlætis en með munnunum játað til hjálpræðis. Og við göngum okkur trúagöngu og hún getur verið upp og hún getur verið niður og alls konar. En siðferðið sem við sjáum og við upplifum í dag, það er alls konar. Það er að vera að þrengja að kristindóminum í dag. Við sjáum það úr öllum áttum. Og Jesús hann varaði þessu við. Að þetta muni vera, að þeim yrðu erfiðir tímar. Hann biður okkur að vera saltið, saltjarðarinnar. Með hverju að salta. Það er aldrei meiri þörf heldur núna að þrengja okkur nær drottni. Og við sjáum það. En til þess að ná til fólksins, þá er það gegnum kærleikann sem fellur aldrei úr gildi. Við náum það ekki með rökræðum. Believe me, ég hef reynt það sko. Það er ekki rétta leiðin. En kærleikurinn, hann umber allt og hann smeygir í gegn. Og ég hef svo oft séð það að þegar við auðmýkjum okkur, ég get, búin að mig þekki mig, ég get verið mjög þrjóskur einstaklingur. Ég var nýlega frelsaður. Ég búin að þekki Krist kannski eitt ár á Ísafirði og þetta var svo fáralt á þeim tíma, þá var ég að rífast við vinnufélagana mína, því ég var bara að dafa mig út af einhverju vinnutíma sem skiptir basically engu máli, engu. Og og við vorum ósammála með eitthvað og mér fannst ég að hafa rétt fyrir mig. Kannski það er rétt fyrir mig eða ekki, það skiptir ekki máli. Og þetta var svona smá pirringur á milli okkar. Vorum að rífast og ég labbaði burtu. Og þegar ég labbaði burtu, þá bankar heila randi á hjartað mér og hann segir, Arnar, farðu tilbaka, segðu þessu einstaklega að þú hafa rangt fyrir. Kemur ekki til greina, ég hafi rétt fyrir mér. Ekki sjens. Arnar, auðmyndið, farðu tilbaka og segðu þetta. Koma, þetta er heila randi. Ég fer ekki að segja nei við hann sko. Herðu. Ég ákvað, ég sný við, ég labba tilbaka og ég segi, þarna var ég bara rétt tvítugt. Þetta voru mennum ferdu tvindu. Það var svolítið gamli menn í mínum huga eins og ég er orðin núna. Herðu, ég fer og ég segi, það sem ég sagði á hann, ég var bara að játa þetta að þið höfðu rétt fyrir ykkur og ég er rangt fyrir mig. Þetta var rosalega erfitt fyrir mig að segja. En ég hlýddi því. Og það sem gerðist, við vorum ekkert að tala um trú. Allt í einu fara þeir að segja upp á þurru. Já sko, við trúum alveg á Guð. Ég var ekkert að tala um Guð, við vorum að tala um allt annað. En þegar við auðmýkjum okkur fyrir framan fólk, það er ógeðslega erfitt. Stundum snýr Guð okkur og reynir að fá okkur til að auðmýkja okkur, ekki til að gera lítið úr okkur. Heldur kannski líka bara til ná til fólksins sem er fyrir utan. Bara að ná til þeirra. Þá þurfum við að gera eitthvað stundum, biður Guð okkur að gera eitthvað sem okkur er ofboðslega erfitt. Við getum, þó við sem dugjum á Jesú Kristi og allt það, þá getur verið smá hroki. Það getur verið stippur í okkur sem þarf að laga og að saga. Ég fór til læknis til dæmis daginn og að því ég er búin að vera illt í öxlinni 2-3 ár og
ég fyrir til læknis og ég er búinn að vinna með 2 öðrum vinnufélögum og einn vinnufélagi minn, það var búið að slitnaði sinni og datt niður og hann er búinn að vera frá vinnunni næstum í hálft ár. Hinn vinnufélagi minn fór í skröpun, var frá 6 vikur og var til lag og það var lagað hjá honum. Það var skrapað miklu minni áður en sinni slitnaði. Ég fyrir til þess að ákveðna læknis og ég segi, herri, ég vil bara láta, ég veit hvað er að mér, ég er búinn að skoða þetta og það þarf bara að skrapa hérna og það lagast þig. Ég er bara frá aðgerð núna. Og læknir segir mér, nei, þú fer bara í sjúkraþjálfun. Og ég get svo sem sent myndinar, en þú var alveg pottet nei. Ég er þrjóskur og vil bara fá þetta og ég fæ viðtal hjá hana bæklunarlækni. Bæklunarlæknirinn fer ég eftir 3 daga. Hann skoða röntgenmyndina eftir á 15 sekúndum segir hann það er smá nibba hérna, það er smá beinana, það þarf að sarga af og þá er það bara komin í lag. Þú getur verið svona áfram og farið til sjúkraþjálfara en sinni minn bara slitna eftir svona 10 ár hjá þér, þá er það bara farið. Það fer eftir oft líka hverja við tölum til að fá lækningu meina okkar. Stundum tölum rangaðala. Sama með trúna. Fólk getur farið í alls konar trú en það finnur ekki rétt trúna eða finnur ekki Jesú Krist. Hvað gerist þá? Hvað endum við? Það situm við nibban endalaust. Guð vill oft slípa okkur til og frá. En hann krefst líka að við komum til móts við hann. Stundum er það erfitt, stundum er það gaman. Stundum er okkur bara eigin þrjóska sem stendur að vegi fyrir okkur. En við þurfum líka horfa á hann, sjá hann, eins og illverkin. Hann iðraðist á seinustu andartökum lífsins. Og sumir myndi kannski segja, hann á ekki skilið að fara, því hann gerði ekki neitt gott í lífi sinu. En Guð hugsar ekki þannig. Hann heldur horfur hann og rannsakar hjört okkar, hvar þau eru, að hvernig stað. Og Jesús tala líka það í reikningunni, að það muni margir koma til hans, við kendum í þínu nafni, við erum að koma til illa anda þínu nafni. Og samt segir hann við það, víki frá mér fyrir illgjörðu menn, því ég þekkti þér aldrei. Hvað sem gerir mínu minnsta bróðir, það gerir þið mér. Illverkin sem var á krossinum, Jesús, hann hefur séð í hjartans að hann iðraðist. Og það er iðrurinn og breytingi sem fylgir, sem leysar okkur. Og mér langar bara að tala til þeirra sem horfa á þessu útsendingu og þá sem er í salnum, ef einhver af ykkur sem ekki þekkir Jesú Krist, hefur ekki gjört hann að sínum leiðtogi í sínu lífi, alveg sama hver þú ert, alveg sama hvað þú hefur gert, að þá kemur Jesús til þín aðeins ef þú trúir. Nálægt eru orðið í munni þínum og í hjarta þínu, það er orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvekið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis en með munnunum játa til hjálpræðis. Ég hvet þig sem horfir á þessu útsendingu, gangtu til Jesú, hann tekur þér nákvæmlega eins og þú ert. Og ég lofa þig, ef þú fyrir að eyða tíma með honum, þá mun umbreyta lífiðinu og hjartaðinu og það verður gleði og fögnuður í hjartaðinu. Og hann er umvefið kærleika sinum. Þið viljið föðurins er að allir sem trúa hann, er að allir komið til frelsis, til trúarinnar, svo losnum undir valdi syndarinnar. Þú sem ekki trúar að Guð, þú ert undan valdi syndarinnar. En Guð hefur sett lausn til að leysa því og frelsa því og hann þráir að þú komið til hans. Allir sama hvernig þú ert. Því hann elskar þig og hann er miskunnsamur Guð. Amen.